Samkomulag í höfn vopnahlé á Gaza og verður það undirritað á næstunni. Stjórnvöld í Katar staðfestu þetta nú rétt fyrir fréttir. Forsætisráðherra Ísraels tilkynnti þó fyrir skömmu að enn væri nokkur atriði óútkljáð. Aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu virk, segir framkvæmdastjóri ESB, en aðildarríkin þurfa að ákveða næstu skref verði áform viðræður samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Utanríkisráðherra ræddi málið í Brussel í dag. Brúin yfir Ferjukotsíkinn í Borgarfirði hrundi í morgun í vatnsveðrinu sem gengið hefur yfir. Vatnavextir eru víða miklir og ár og lækir hafa flætt yfir bakka sína. Bjarga þurfti fólki af bílþökum í nótt. Aðgerðastjórn hefur verið opnuð á Húsavík til að undirbúa viðbrögð við mögulegu eldgosi í Bárðarbungu. Undirbúningur miðast við verstu afleiðingar af jökulhlaupi vegna eldsumbrota undir jökli. 2000 handrit, einn helsti menningararfur þjóðarinnar, hafa nú verið flutt úr Árnagarði. Þau fengu lögreglufylgd yfir í Eddu, hús íslenskra fræða, þar sem þau verða geymd við bestu mögulegu aðstæður. Komið þið sæl. Ísraelsk stjórnvöld og Hamas-samtökin hafa náð saman vopnahlé á Gaza og samkomulagið verður undirritað á næstunni. Ísraelskir og alþjóðlegir miðlar fullyrða þetta. Heilt ár og 3 mánuðir eru liðnir frá því stríðið hófst. Aðeins einu sinni hefur komist á vopnahlé í nóvember 2023. Talið er að ríkisstjórn Benjamins Netanyahu greiði atkvæði samkomulagið á morgun. Ólöf Ragnarsdóttir, þetta hefur legið í loftinu í nokkra daga en nú er orðið staðfest að þetta langþráða vopnahlé á Gaza stendur fyrir dyrum. Já, það var eiginlega bara að gerast rétt í þessu og ég er ekki einu sinni viss, ég held að blaðamannafundurinn standi enn yfir af því að hann hófst bara hérna rétt áðan áður en við fyrir í loftið það að búið sé að ná samningum og það er í Katar þar sem að þessir allar samningaviðræðurnar fóru fram þar sem þessi blaðamannafundur og katarsk stjórnvöld segja að vopnahléið eigi að hefjast núna á sunnudaginn og þetta síðasti svona 2 klukkustundir hafa verið svolítið óreiðukenndar, komu þarna fyrst fregnir af þessu frá ísraelskum miðlum og alþjóðlegum miðlum og svo kom ykkur yfirlýsing frá skrifstofu Netanyahu sem þetta væri nú ekki alveg komið en svo núna, rétt í þessu, þá bara þetta orðið staðfest að þetta í vændum. En þetta samkomulag, það ekki nauðalíkt því sem var lagt fyrir stríðandi fylkingar í maí? Jú, þetta að samkvæmt því sem hefur legið út allavega, þá þetta í raun bara sama samkomulagið, en það sem hefur breyst eru ytri aðstæður, sem til dæmis Hezbollah-samtökin í Líbanon sem að vinna náið með Íran, sem svona erki óvinur Ísraels, þau eru nánast lömuð. Assad Sýrlandsforseti sem sömuleiðis bandamaður Hezbollah og Íran, hann hefur hrakið frá völdum og svo þetta forsetaskipti í Bandaríkjunum. Og Donald Trump sem tekur við á mánudag, daginn eftir þetta vopnahlé tekur gildi, hann og hans fólk búið að vera viðrið þessa viðræður líka, þannig að þannig voru konir 2 Bandaríkjaforsetar að þrýsta á Biden. En það eru þetta, eins og kannski ekki verið að skilja, mikil geðshræring og fögnuður á Gaza akkurat núna, en það fólk loks að sjá fram á grið frá linnulisum árásum. هذه الساعات بنستناها من سنة ونص. احنا بنعيش اللحظات هذه قاعدين ما حدش بيحس بالشعور اللي احنا عايشين فيه. طب ايش شعورك ولحظة اعلان وقفت لك؟ شعور لا يوصف، شعور لا يوصف، بدي اروح هسه، بدي اروح على الشجاعية حبياتي. يشعر كل المواطنين بارتياح وفرحانين لأخبار وقف إطلاق النار وبتأملوا العودة إلى منازلهم وقراهم ومدنهم في أسرع وقت. En Ólöf, hvað gerist næst? Hver rauninni fyrstu skrefin samkvæmt þessu samkomulagi? Sko, samkvæmt því sem, eins og ég segi, allavega hefur lekið út þetta og ef eitthvað að marka það, þá þetta í 3 fösum og fyrsti fasinn sem eru 6 vikur, þá sem sagt verða gíslaskipti eða fangaskipti og Ísraelsher á að hörfa í einhverjum skrefum frá ákveðnum svæðum á Gaza og það skilyrði að neyðaraðstoð komist til íbúa á Gaza og að þau komist aftur til síns heima eða heimabæja, það nú ekki mikið eftir af heimilum flestra þarna á Gaza, en þetta þarf síðan allt saman að ganga upp svo hægt sé að fara í annan fasa og svo þriðja.
En þetta kemur líklega allt saman núna betur í ljós á bara kannski þessum blaðamannafundi og draugin eða þetta samkomulag verður væntanlega birt eða kynnt opinberlega fljótlega. Ólöf, þið fylgist áfram með þessu á vefnum Útvarp og sjónvarp klukkan 10. Takk fyrir þetta. Og þaðan förum við til Brussel. Aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu frá 2009 enn virk, segir talsmaður stækkunarmála hjá ESB. Framhaldið ræðst síðan hjá leiðtogaráði sambandsins, fari svo að Íslendingar samþykki að halda áfram þeim viðræðum sem slitið var fyrir rúmum áratug. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í Brussel, þar sem hún hefur rætt þessi mál og önnur við háttsetta embættismenn hjá Evrópusambandinu. Og í Brussel líka okkar fréttamaður Björn Malmqvist og þú hefur fylgst með þessum viðræðum í dag, Björn. Já, þetta fyrsta heimsókn Þorgerðar sem utanríkisráðherra hingað til Brussel, sennilega ekki svo síðasta á komandi misserum. Hún kom hingað í Bellemont bygginguna í Evrópuhverfinu og hitti Maroš Šefčovič, einn af framkvæmdastjórum Evrópusambandsins. Hann valdamikill og áhrifamikill og sér til dæmis viðskiptamál og verður lykilmaður í mögulega komandi viðskiptadeilum og jafnvel viðskiptastríði Evrópusambandsins og Bandaríkjanna, sem eitt af því sem að Ísland hefur áhyggjur af og það var rætt á þessum fundi í dag. Hann sér einnig samskiptum við EES-ríkin, þar að segja Ísland, Noreg og Liechtenstein. Nú síðar í dag hitt hún Kaja Kallas, hún nýr utanríkismálastjóri Evrópusambandsins og fyrrverandi forsætisráðherra Eistlands. Þar voru varnar- og öryggismál rædd, en við skulum byrja á því að heyra brota af viðtali sem ég tók í morgun við talsmann Evrópusambandsins í stækkunarmálum stöðu aðildarumsóknar Íslands og hvernig ESB lítur á þessu umsókn sem var lögð inn árið 2009 og dregin tilbaka fyrir áratug síðan. If Iceland decides to reverse a course of action and to ask for the memberships to start again, it will be a question for the member state to decide on the next steps. What I can say is that indeed the application of Iceland to the EU is still valid. It was never formally withdrawn, so legally speaking it's still valid, but if now there's a decision from Iceland to start again the discussions, it would be for the Council, the Member States and the Commission to decide on the next step, also building on the work already done by Iceland in the past. It required the unanimous decision by all member states in 2010 to accept Iceland as a candidate country. Will that decision have to be made again? Well, as I said, this is really the question we'll have. Once we have a clear commitment from Iceland to start again the discussion, then obviously they will need to notify the Council, so the Member States, and they will decide how we take it forward. At this stage, this is not a question we could answer. This is really a question we'll answer once we have the application again. En Björn, þú hittir svo utanríkisráðherra nú síðdegis. Hver voru hennar viðbrögð við þessu? Já, þau voru þetta jákvæð, þessi viðbrögð því að ESB líti á umsókn Íslands sem virka. Við ræddum við hana í sendiráði Íslands hérna rétt á þegar hún var búin á þessum fundum með Šefčovič og Kallas. Það sem ekki bara aðildarumsóknin bara ákoma, heldur líka varnar- og öryggismál, til dæmis á norðurslóðum og norður-Atlantshafi, kannski líka í ljósi ný afstæðina yfirlýsinga verðandi forseti Bandaríkjanna Grænland. Og það vekur athygli að Þorgerður útilokar ekki að breyta tímasetningunni á þjóðaratkvæðagreiðslunni aðildarviðræður ef að ytri aðstæður breytast. Já, þetta var alveg skýrt af hálfu framkvæmdastjórnarinnar að svo væri og þá búið að skýra þær línur. Þetta á síðan eftir að fara fyrir leiðtogaráðið líka, og það kannski sýnir það líka að það er kerfi, Evrópusambandið með kerfi sem er lýðræðislegt, sem að þetta þarf að fara í ákveði ferli með. En fyrst og síðast voru þið náttúrulega að tala bara líka í dag þessi stóru málefni sem að blasa við, og þessi miklu verkefni eins og Úkraína, málefnin og erfiðu stöðuna fyrir botni Miðjarðarhafs og síðan Arktík, norðurslóðir og norður-Atlantshaf. Eitt af lokum, það kemur fram í þessum stjórnarsáttmála að þið ætluðu að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður eigi síðar en 2027. Getur það verið fyrr?
Já, það allavega ljóst að það ekki síðan 27 en við gerum okkur grein fyrir því að ef aðstæður breytast í heiminu það verulega og það ekki hægt að útiloka neitt núna á þessum skrýtnum tímum að þá hægt að hafa hana fyrir en við miðum við 2027. Og þessi tengt því varaformaður Framsóknarflokksins segir afar mikilvægt að vinna hörðum höndum gegn boðaðri þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við ESB. Hún snúist auðlindir og fullveldi. Hún styður formanninn og vill flýta flokksþingi Framsóknar. Framsóknarflokkurinn galt afhroð í síðustu alþingiskosningum og tapaði 8 þingsætum, fór úr 13 sætum í 5. Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður flokksins sem tók annað sæti á lista flokksins í Suðurkjördæmi, rétt náði inn á þing daginn eftir kosningar. Þetta þýðir að Sigurður Ingi Jóhannsson er á þingi. Og varaformaðurinn datt út af þingi. Og fjölmargir vilja þess vegna flýta flokksþingi sem var síðast í apríl í fyrra. Já, ég tel að það sé æskilegt vegna þess að það sem er að gerast í íslensku stjórnmálum núna er að ríkisstjórnin hefur boðað til þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að við eigum að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Jafnvel þó að það sé svona deildar meiningar það hvort að það sé staðan. Þess vegna er svo mikilvægt að Framsóknarflokkurinn nái aftur vopnum sínum til þess að við getum skipulagt okkur vel til þess að mæta inn í umræðuna. Sú atkvæðagreiðsla segir Lilja að snúist auðlindir og fullveldi Íslands. Hún segir óráði hvort hún sækist áfram eftir varaformennskunni og segir vissulega betra að eiga sæti á þingi meðfram því embætti. En nýtur formaðurinn trausts hennar. Já, ég myndi segja það. Ég meina formaður Framsóknarflokksins, hann nýtur alltaf trausts þegar hann er formaður Framsóknarflokksins og það er auðvitað þannig að í tíð okkar Sigurðar við höfum unnið góða sigra. Nú voru þessi kosningaúrslit auðvitað ekki eins og við höfum viljað. Aðalatriðið nú, segir Lilja, sé að koma saman sem fyrst og veita kraftmikla stjórnarandstöðu á Alþingi. Miklir vatnavextir hafa verið víða land og ár flætt yfir bakka sína. Brú féll í Borgarfirði og bjargað þurfti fólki úr bílum sem fóru á kaf eftir að flætt hafði yfir veginn við Holtavörðuheiði í nótt. Eins og sjá má er brúin hér yfir Ferjukotsíkin hrunin. Hér var jakahlaup, klakabunkar stöfluðust upp og brúarstólparnir gáfu sig. Þessi brú stóð ekki lengi en hún var reist fyrir 2 árum eftir að fyrri brú gaf sig. Maður taldi að þetta væri vel gert þó allir hér í kring hefðu svo sem sagt annað að þetta þýddi ekki að byggja brúna svona. Þannig að þetta er náttúrulega tjón fyrir okkur, við erum með land hérna beggja megin við og hegi mitt er hérna hinum megin og hrossin mín og síðast var þetta í 6 mánuði sem við komumst ekki hérna yfir. Heiða fór að brúnni í morgun og ekki leið og löngu þar til brúin fór. Þetta er náttúrulega stór og mikil framkvæmd að byggja nýja brú og hún átti nú að endast í 15-20 ára meðan það væri verið að hanna og útfara nýja brú en það fór ekki betur en þetta. Vatnið flæddi einnig yfir veginn og að Ferjukoti þar sem Heiða býr. Núna er bara stutt í að það fer að flæða hérna yfir leið og veggurinn í rauninu og hann er að hverfa, þá mun flæðin í hús. Vanalega er þetta bara hár veggur hérna, ég myndi segja kannski meter og vatnið er langt frá veggnum. Og ef þið horfið hérna á gömlu húsin, þá er eins og það sé nú bara út í ánni. Hún segir þetta nánast eins og að búa út á beljandi fljóti. En hvernig líður þér bara með að horfa á svæðið eins og það er núna? Þetta er ekki skemmtilegt en ég bara yfirleitt svona bara harkan bara býtur mig og ég bara hugsa að þetta reddast. Og ár og lækir hafa víðar flætt yfir bakka sína. Það hefur nú sjatnað talsvert í vatninu hérna við Holtavörðuheiði því nótt og í morgun náðu það alla leið hér upp og flæddu út á veg þannig að þessir 2 bílar voru á bólakafi. Fólkið inn í bílunum var í slíkum háska að björgunarsveitarmaður þurfti að synda eftir þeim. Fólkið sakaði ekki en myndir frá björgunarsveitum sýna vel hversu krefjandi aðstæður voru. Miklir vatnavextir hafa verið víðast hvar á landinu. Fréttastofa hefur fengið ábendingar að ár og lækir flæði yfir þjóðveginn í Héraðsvötnum í Blönduhlíði í Skagafirði og í Hörgársveit, svo fáein dæmi séu tekin. Einnig hefur vatn safnast á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan á Norðurlandi eystra hefur virkjað viðbragðsáætlun vegna mögulegs eldgoss í Bárðarbungu. Lítil jarðskjálftavirkni hefur mælst í Bárðarbungu síðan áköf jarðskjálftahrina var þar í gærmorgun. Öllum þessum undirbúningi er stýrt frá aðgerðastjórn á Húsavík, þar sem aðgerðir eru mótaðar og upplýsingum miðlað til allra þeirra sem að mögulegum aðgerðum kunna að koma.
Þannig getum við svona stýrt svona ákveðnum hlutum núna svona í rólegheitunum meðan svona við erum að átta okkur á því hvað verður. Hann segir farið yfir alla þá þætti sem hægt að undirbúa fyrirfram. Sem raunverulega að setja björgunarsveitir, sveitarstjórnir, aðra sem að svona þekkja til og eiga hlutverk raunverulega í aðgerðinni síðar, koma þeim á tærnar og menn séu svona undirbúnari og klárari ef að meiri framvinda verður í þessu atburðum. Þeir skipti tugum eða hundruðum sem bennir að kynna sér fyrirliggjandi gögn og þekkja sitt hlutverk. Okkar áætlanir núna snúast raunverulega það hvað getur verst gerst. Það ef að gýs undir jöklinum og það verður ekki sístreymi á vatni í beinu framhaldi af eldgosi, heldur muni gjósa og það komi ljós að það kemur ekkert vatn fram kannski dögum saman. Bresti jökullinn með miklu jökulhlaupi þurfi að vera hægt að bregðast við með réttum hætti. Miðað við að annarkvort hlaupi í Skjálfandafljóti eða Jökulsá á fjöllum. Til rýmingar áætlun annars vegar fyrir Bárðardal við farveg Skjálfandafljóts eða í Keldukverfi þar sem Jökulsá fellur til sjávar. Og Hreiðar segir dýrmætt að geta hafist líkan undirbúning án þess að fara á hættustig eða neyðarstig. Það var engir hlutverk í aðgerð eins og nema að aðgerðstótt kemur saman og svona ræður áður sínum og kemur fólki á tærnar. Aðrir hafa ekki hlutverk eins og 3000 lögreglumenn brutu sér leið að aðsetri forseta Suður Kóreu í gærkvöld og hann tók hann. Þetta var í annað skipti sem það var reynt en hann hafði verið settur af tímabundið. Í fyrstu tilraun náðu hermenn og lífverðir að koma í veg fyrir handtöku, en það voru þeir mun fleiri en lögreglumennirnir. Öryggisgæslan var líka mikil í gær en þá voru lögreglumennirnir 3000 talsins. Þeir kliftu í sundur gattavír og klifruðu yfir rútur til að komast að húsinu. 경호 보안 구역을 소방 장비를 동원해서 침입해 들어오는 것을 보고 불미스러운 유혈 사태를 막기 위해서 일단 불법 수사이긴 하지만 공수처 출석에 응하기로 했습니다. Þessi atburðarás hófst í byrjun desember þegar Jún lýsti skyndilega yfir neyðarlögum að sögn til að verjast ógn frá Norður Kóreu. Suður-kóreska þingið hafnaði þessu og mikil mótmæli brutust út sem varð til þess að Jún dró lögin tilbaka aðeins nokkrum klukkustundum síðar. Strax var mjög þrýst á Jún að segja af sér sem hann neitaði að gera og 14. desember samþykkti þingið að ákæra forsetann til embættismissis vegna tilraunar til valdaráns. Að auki samþykkti þingið að skipa sérstakan saksóknara til að rannsaka meinta uppreisnar tilburði Júns og vegna þeirra var hann handtekinn í gær. Officials are investigating whether Yoon's decision amounted to an attempted rebellion. They have 48 hours to request a formal arrest warrant. Meanwhile, the country's constitution court is meeting to determine whether to remove Yoon from office. Stjórnlaga dómstóllinn hefur þar til í júní til að skera úr hvort víkja eigi Jún varanlega úr embætti, en búist við að úrskurður verði jafnvel kveðinn upp í næsta mánuði. Formaður Kennarasambands Íslands segir ekki útilokað að verkfallsaðgerðir nái einnig til framhaldsskóla. Takist samningar ekki fyrir mánaðamót. Samninganefndir kennara og sveitarfélaga funduðu í Karphúsinu í dag. Hlé var gert á viðræðunum síðasta föstudag. Samninganefnd sveitarfélagana með leik-, grunn- og tónlistarskóla á sínu forræði. Framhaldsskólarnir á forræði ríkisins sem hefur ekki fundað með kennurum frá því í nóvember. Það vantar 4.000 kennarar til starfa inn í kerfinu okkar og við teljum að kerfunum okkar sé að blæða. Þannig að við erum algjörlega skýr á því að við verðum með þessum kjarasamningi að gera laun og kjör samkeppnishæf við almenna markaðinn og við erum með þá þar. Nú hafið þið ekki fundað með samninganefndir ríkisins og þau eru ekki að fara að mæta hérna í dag. Hvernig metur það? Já, því miður hefur kannski gengið verið að ná fram þar samtali sem getur leitt eitthvað, en ég vona bara að það sé bara skammt undan. Náist samningar ekki fyrir mánaðamót hefst verkfall í 21 skóla.
14 leikskólum og 7 grunnskólum þann 1. febrúar. Ekki hefur verið boðað til verkfalls í framhaldsskólum. Það er náttúrulega augljóst mál ef við verum ennþá á sama staðnum. Þegar friðarskyldu lýkur þá mun framhaldsskólinn auðvitað ekki skorast undan því hlutverki. Það er auðvitað þeirra ákveða en við reiknum fastlega með því að það verður bara undirbúningur að þá aðgerðum ef svo illa fer að við verum ennþá í þroti í lok þessa mánaðar. Fundi lauk á öðrum tímanum í dag og hefur annar fundur í deilunni verið boðaður á föstudag. Síðustu handritin voru flutt úr Árnagarði yfir í öryggisrými í Eddu húsi íslenskunnar í dag. Flutningur handritana hófst í nóvember en alls eru handritin 2000 talsins auk þúsunda annarra skjala. Logi Einarsson ráðherra menningarmála fylgdi síðustu handritunum úr hlaði og guggaði í Arons sögu áður en hún fór ofan í kassa og í lögreglufylgd yfir Suðurgötuna. Aron hafði þá kjör hér. Fyrir smástundu venniskristinni en leiða maður kom inn í hana þá Aron drap ofbeldisfullur eða. Handritin verða geymd við bestu aðstæður í Eddum, þau eru einn helsti menningararfur þjóðarinnar og hefur handritasafn Árna Magnússonar verið á skrá UNESCO frá árinu 2009. Handritasýningin Heimur í orðum stendur enn í Eddum en á meðal handrita sem eru til sýnis eru Konungsbók, Eddukvæða og Flateyjarbók. Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að horfa aðeins til baka og beina sjónum okkar að snjóflóðunum í Súðavík. Á morgun eru liðin 30 ár frá því að þau féllu og tóku líf 14 manns. Við ætlum að ræða við Finn Þór Vilhjálmsson sem er formaður rannsóknarnefndar sem Alþingi skipaði til þess að rannsaka málið. Líka ræða ofanflóðavarnir við Jóhann Pál Jóhannsson, umhverfisráðherra. Þeim áttu upphaflega að vera lokið árið 2010 en verður í fyrsta lagi lokið núna 2033 og þá þyrfti nú líklega að bæta við fé í málaflokkin. Við spyrjum hann auðvitað líka út í Hvammsvirkjun en héraðsdómur ákvað í dag að ógilda leyfisveitingu til hennar. Og svo í lokin þá er það handbolti. Við ætlum að hitta 2 systur sem eiga báðar maka í landsliðinu í handbolta og eru að undirbúa sig fyrir HM. Sem hefst á morgun, Ísland byrjar á morgun. Já. Takk fyrir þetta Bergsteinn. Við lítum til veðurs. Norðvestan til á landinu verða gular viðvaranir í gildi til morguns vegna vinds. Á morgun fer lægð þvert norðaustur yfir landið. Í fyrramálið verður snjókoma eða slydda með köflum á vestanverðu landinu og hitinn er í frostmarki en sunnanlands rigning og hiti 3 til 8 stig. Síðdegis snýst í norðvestlæga átt á kólnar og styttist smám saman upp í bili. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Heimsmeistaramót karla í handbolta hélt áfram í dag og til að mynda mættust Egyptaland og Argentína, lið sem Ísland gæti mætt í milliriðlum. Íslenska liðið hefur keppni á morgun gegn Grænhöfðaeyjum og landsliðsþjálfarinn vill sjá meiri hraða í leik liðsins. Ég var alveg til í að sjá meira og finnst það eiga inni á því sviði og þurfum að gera það betur. Og opna ástralska risamóti í tennis er í fullum gangi, íþróttir eftir augnablik. Og þá ætlum við upp helstu atriði fréttatímans. Samkomulag er í höfn vopnahlé á Gaza og verður það undirritað á næstunni. Stjórnvöld í Katar staðfestu þetta nú rétt fyrir fréttir. Forsætisráðherra Ísraels tilkynnti þó fyrir skömmu að enn væru nokkur atriði óútkljáð. Aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu er virk, segir framkvæmdastjóri ESB. Utanríkisráðherra ræddi málið í Brussel í dag. Brúin yfir Ferjukotsíkin í Borgarfirði hrundi í morgun í vatnsveðrinu sem gengið hefur yfir. Vatnavextir eru víða miklir og ár og lækir hafa flætt yfir bakka sína. Aðgerðastjórn hefur verið opnuð á Húsavík til að undirbúa viðbrögð við mögulegu eldgosi í Bárðarbungu. Undirbúningur miðast við verstu afleiðingar af jökulhlaupi. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo er það Kastljós. Næstu fréttatímar er í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is. En við á fréttastofun ætla að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.